Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna en þá þessum mánudagskvöldi og við erum núna að fara að detta í handboltan og línuna er komin handboltaspekingu frá sport.is. Það er Lúther Gesson. Komdu blessaður og sætliðingi. Sæll og blessaður. Samt ekki svona minn ef að fólk heldur það. Erðu, hvað er að frétta svona helst núna í vikunni í handboltanum finnst þér? Herðu það, bara stelpunar bara farnar í sörubaskur og Ólís Kvenna og Gunnar er frí og fyrsta deildina var að detta í frí líka og það er bara rólegheit. Já, þú ert heldur betur búin að fjalla mikið um handbolta núna þessa leiktíðina og búin að birta svona tölfræði og skemmtilegheit. Já, það verður að svona fara aðeins aðeins í hana líka. Hún er alltaf, tóti tölfræði er alltaf skemmtileg. Já, nákvæmlega. En kannski svona stuttu að byrja á því en HM Kvenna hóstum helgina og við náttúrulega erum, náttúrulega ekki að taka þátt þar. Við klúrum því. Já, en við eigum satt náttúrulega Íslendingarna. Þóri Hergjesson er náttúrulega þjálfari heimsmeistara Noregs og þeir byrjuðu bara á góðum sigri gegn Spánverjum. Og Ólympíu með það líka. Já. Það síðast ári ég. Jó, við eigum Íslendingarna og hann fyrir vel af stað. Hann er búin að, þær eru bara búin að vera mjög samfærandi. En hvað er svona mest spennandi við heimsmeistaramótið fyrst að Ísland er ekki að taka þátt? Hvaða lið eru þarna líklegust til þess að fara að berjast um að vera heimsmeistarar? Það er rosa gaman að, kannski, þú veist, það er náttúrulega, Íslendingarnir viljum alltaf fara svona svolítið í þjóðurna sem eru næst okkur og svo eigum við Þórið þarna og það verður gaman að sjá hvernig það er, sko. Norska pressan er náttúrulega, sko, hún er sko svolítið vægðarleg, sko. Norskur handbolti, kvennahandbolti, er bara rosalega hátt skrifaður. Já. Og ég held að svona, fólk gerir sig kannski heima ekkert endilega grein fyrir það, því að við vitum svona hvernig kvennahandboltinn er þetta heima, hann er ekkert neitt voðalega hátt skrifaður, það fara svona allir að glugga í eitthvað svona þegar kvennalandsliðið er að spila hérna heima en úti bara í Danmörku og Svíþjóð sérstaklega og Noreg þar er kvennahandboltinn bara mjög hátt skrifað og gefur bara kalla handboltanum bara lítið eftir, sko. Og þetta er náttúrulega bara, norska pressan er bara öll full af þessu, sko. Og það er náttúrulega bara, það eru náttúrulega breytingar á norska liðinu og hjá Þóri, en þetta er bara svona, þetta er sama og bara, norska liðið á bara að vinna allt og við áttum bara að vinna allt og þegar við erum að keppa. En það verður fróðlegt að sjá það og ég svo sem, það verður, ég held að verður svona fyrstu leikirnar allavega svona upp úr rauðlónum að sjá hvernig Þóri gengur. Já. En svona, það var náttúrulega kannski stærsta fréttin fyrir okkur Íslendinga í vikunni að, Alfreð Gíslason, hann var valinn besti þjálfari heims. Já, og annað ári í röð. Og það er, það kom ekkert mörgum held ég voðalega óvart. Já. En svo er náttúrulega, þetta er ótrúlega að, ég meina, svo hlaut Dagur Sigurðsson þessa kosningu árið 2011, þannig að við Íslendingar erum alltaf... Það var árin á undan Alfreð. Þannig að við eigum bestu þjálfarana? Já. Við eigum það. Og svo erum við með Þóri og svona, og við erum alltaf með, við erum verið með íslenska þjálfara mjög víða. Við erum með Kitta úti og við erum með náttúrulega landsliðsþjálfarann okkar úti og kannski minna að fréttir af þeim kannski lakara gengi en þeir eru enga síður að þjálfa mjög stóra klúbba úti, sko. Já. Og svo er náttúrulega, þetta er náttúrulega Dagur og Alfreð náttúrulega svona okkar stærstu nöfn. Já. Og Þórir er náttúrulega orðið gríðarlega stórt nafn í kvennahandboltanum. En svo var náttúrulega líka í vikunni það ekki að þá er náttúrulega, voru blaðamenn vísvegar heiminn
að velja Guðjón Val Sigurðsson besta vinstri hornamannin árið 2013? Já, það eiginlega sko, það munaði, held ég hafi ekki munað nema bara svona einu atkvæði að hann hefði hlotið kosninguna sko. Já. Og þetta eru hérna mjög virt tímarit úti sem að stendur að þessari kosningu og þar kjósa svona sem áhangendur eða svona lesendur síðunar og svo eru þessir 11 blaðamenn vísvegar heiminn og Guðjón náttúrulega bara þetta bara sýndi okkur það, hann bara einn af bestu hornamönnum hins. Já. Og hann búinn að vera það mjög lengi. Það var nákvæmlega okkar Andrés Eggert sem var besti vinstri hornamaðurinn. Já. Og hérna ég held að það hefði svo sem engin farið í fílu af þeim sem stóðu að þessari kosningu þó að Guðjón Valur hefði fengið 2 atkvæði meira eða atkvæðinu meira og fengið þá kosninguna sem bestur af því þetta er svona milli þeirra og ég meina Guðjón Valur bara búinn að vera með einn af okkar bestu hornamönnum í heiminum í mjög langan tíma. Já. En svo kannski tíðenda í vikunni að þá náttúrulega búið að rifta nokkru samningum í íslensku deildinni, bæði kvenna og karla megin. Já. Og það samningar snúa allir af erlendum leikmönnum. Já. Og Káamenn, já, ég kalla þetta alltaf Káamenn. Já. Akureyrar lið, það losaði sig við sinn leikmann. Og það var náttúrulega bara, og allir þessi leikmenn, þetta er bara Vestmannaeyingarnir losuðu sig við sína 2 og það er eiginlega bara þessi leikmenn sem stóðust ekki væntingar. Já. Og það sást nú mjög snemma að það var svo sem snemma bara ljóst í fyrstu umferðunum að þeir voru svo sem ekki held ég að gera það sem svona forráðamenn og þjálfarar liðana vildu sjá af þeim, sko. En nota bene, þeir voru svo maðurinn á Akureyri, hann fór með þeim til Þýskaland, spilaði með þeim úti og línumaðurinn hjá IBF, þetta voru menn sem voru búin að spila mjög vel á undirbúningstímabilinu og búin að fá rosalega fínt rekord, sko. Og virkuðu bara mjög fínir handboltamenn og mjög góðir. Já. En þetta er bara skyttur eiga að skora. Já, nákvæmlega. Og þarna eru 2 skyttur sem fara og stelpan á Val líka og svo línumaðurinn í Vestmannaeyjum og þetta eru bara menn sem stóðust ekki væntingar og voru bara maður sá það bara stemma. Þetta voru bara menn sem voru bara svona undir meðalægi bara, það voru fullt af íslensku leikmönnum sem voru bara í öllum öðrum liðum sem voru bara að spila miklu betur en þessi menn. Og ég sá nú síðasta leikinn, hann var spilaði með þeim núna síðast, hann reyndar fer ekki heim fyrir á morgun, annar Vestmannaeyingurinn. Hann spilaði síðasta leiki sinn núna á móti þegar IBF vann FH. Helgina. Það var síðasti leikurinn sem hann spilaði á móti með IBF og þar var hann notaður í 15-20 mínútur. Já. Og skilaði engu, þrátt fyrir þetta var svona hans síðasti leikur. Já. En nú er... En þetta er skiljanlegt að Vestmannaeyingarnir voru fyrir tímabili, þeir voru búin að leggja rosalega mikið í það og stjórn IBF var búin að leggja mikið metnað í það og ætluðu sér að ná í góða leikmenn og þar voru þeir fyrst og fremst að horfa til bara innlendara leikmanna. En þegar það gengur ekki upp, þá þurfa eins og liðið eins og IBF sem náttúrulega bara þeir eiga í erfiðleikum með að fá leikmenn út í eyjar til þess að spila. Þetta er sama vandamál og bara eins og Akureyri. Og svona bara, eins og við bara þekkt í fútboltanum líka bara, að þá fólk út á land að spila. Já. Og þetta þá er þetta svona, held ég, samt sem áður hjá liðunum. Þetta er bara plan B, það er að fá
góða erlenda leikmenn og það alltaf happadrætti bara. Já, en Lúther Geirsson, við komumst ekki lengra sinni, en var eitthvað sem kom þér óvart í bikarnum í vikunni? Nei. Ekki neitt, bara einföld úrslit. Já, það verður, já, ég raun og veru. Það verður rosalega skemmtileg viðureign á morgun annarkvöld. Það verður gaman að sjá það. Afturhelding Fram, liðið úr fyrstu deildinni á móti úrvalsdeildarliðinu. Já, lang besta liðið í fyrstu deildinni að spila við gott liðið úr efstu deild og ég held að þetta verður mjög áhugaverð viðureign. Nákvæmlega. Þar gæti við, já, ég ætla bara að spá því að þar sjáum við óvægt úrslit. Lúther Geirsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og menn geta fylgst með þér hérna á sport.is, ekki satt? Jú, alltaf, ekki mál. Þakka þér fyrir þetta. Já, semuleiðis. Já, eins og við komum aðeins inn á, þá náttúrulega bikarkeppnin, hún ekki komin í jólafrí í handboltanum, en næstu leikir eru núna bara annað kvöld. Það er Ennithöllinni Afturhelding Fram klukkan 8 og svo á miðvikudaginn í Hersvöllinni Grótta Selfoss og svo það 20. des að vera IH FH Völsungur IR og þannig nú það. En fara ekki langt, við viljum að fara stutt í körfuboltan. Steingrímur Jóð frá Hruni og heim